Ég gerði einhvern veginn ráð fyrir því að gaurar fíluðu bara allt. Þannig ég var bara eitthvað, flengdu mig. En vissi samt aldrei hvort hann fílaði það líka. Já, ég held að sé ekki rétt að allir strákar fíli allt. En ég finnst eins og þeir tala mjög lítið hvað þeir fíla. Þannig það er ekkert að því að bara spurja, ekki neitt að því, sko. Það er bara cute, mér finnst það sætt. Ég hélt að til þess að vera góð kærasta þyrfti ég að vera best í kynlífi. Ég var að æfa alls konar stellingar sem hann myndi fíla. Var alltaf til og hugsaði endalaust hvernig ég liti sem best út í kynlífinu. Ég var ekkert að pæla mikið hvað ég vildi. Svo spurði hann mig að því hvort að ég væri að fá eitthvað út úr þessu. Það var bara pínu wake-up call. Og þetta tengi ég mjög mikið við. Þetta er eitthvað sem við höfum alla lent í, held ég. Maður heyrir alltaf, samskipti eru svo mikilvæg í kynlífi. En mér finnst það bara sjúklega erfitt. Hvernig á maður að gera þetta? Hér er þinglýstur samningur fyrir því að þú vilt sleikja mér punginn. Auðvitað er það ekki þannig en maður þarf samt að vita hvað hinni manneskjunni finnst næs og hvað ekki. You speak the truth. En þú þarft ekki að vera svona formlegur. Bara spurðu. Þetta er svo kynlíf og samskipti kynina, lykillinn er í hversu intimate þetta er og það er ekki eins intimate og á að vera ef þú þorir ekki að spurja og segja hvað þér finnst, skilurðu, þannig, wow. Ég var bara, þetta var fallegt, wow. Ég var að sofa hjá í fyrsta skiptið og ég fann að ég var alveg að fá það, þannig ég dreif mig í því að kippa honum út og fleygði mér á hnén við hliðina á höfðinu á henni og brundaði framan í hana. Viðbrögðin hennar voru ekki alveg eins og ég hafði séð fyrir mér. Hún fór að hágráta. Ég hefði átt að spyrja hana. Vá, já. Shit, þú átt að spyrja hana maður. Bara því að ég sagði klámi, þá skilur það bara megar ekki alveg sens. Þannig að kannski bara næst að spurja. Alltaf þegar ég hugsaði að tala saman í kynlífi varð ég mjög óöruggt og fannst það alltaf mjög vandræðalegt. Af hverju finnst maður eðlilegt að googla bara hvað maður á að gera í kynlífi, frekar heldur en að spurja hinn aðeins? En loksins þegar við þorðum að spjalla saman var kynlífið bara svo miklu betra. Já, þú getur ekkert farið á Subway og beðið gæinn að gera bara eitthvað og síðan verður að pirra út í hann þegar þú fílar ekki samlokur, eða skilur. Kynlíf snýst náttúrulega aðalega bara að tala saman og segja hvað manni finnst gott. Og ég persónulega fór að stunda mikið betra kynlíf eftir að ég fór að segja í alvörunni það sem ég vildi í staðan fyrir að segja það sem ég hélt að hinn vildi heyra. Ég veit ekki, það er mikilvægt að nota orðin sín. Lærði ég alltaf að sagði amma mín alltaf við mig.